Nú ætlum við aðeins að skoða hvernig við reiknum út flatarmál þríhyrnings. Formúlan fyrir flatarmáli þríhyrnings er grunnlína sinnum hæð deilt með 2. Einfaldlega vegna þess að ef að ég er með þríhyrning þá er hann helmingurinn af ferhyrningi sem að hefur grunnlínu og hæð, en að því þetta er helmingurinn þá margfaldi þetta saman og svo deili ég með 2. Þetta á að vera rétt horn. Hérna skiptir langhliðin, við köllum þetta skammhliðar og þetta langhlið, langhliðin skiptir hér engu máli. Þannig að hér ger ég bara 6 sinnum 8, grunnlínan sinnum hæðin, deilt með 2 og út úr þessu fæ ég 24 dm í öðru. Þetta er flatarmál hér, þá fæ ég út fer desimetra. Sama hér, ég hef ekkert með þetta að gera, ég nota bara grunnlínuna og hæðina, 6 sinnum 4 deilt með 2, út úr þessu fæ ég 12 fer sentimetra. Þetta er alltaf spurningum að finna hver er grunnlínan og hver er hæðin. Hæðin er alltaf hornrétt á grunnlínuna, það er yfirleitt svona merki til þess að sýna hvað er hornrétt. Aðrar hliðar eins og þessar tvær hér, þetta er í raun og veru eins og 2 þríhyrningar, en af því ég veit ekki hvað hún skiptist þessi hliði hér, þá verði ég að reikna þá sem 1. En það skiptir engu máli, þetta er grunnlínan og hæðin, margfalda það saman og svo deili ég með 2.